Komiði sæl og verið velkomin í föstudagsþátt N4 sem helgar þáttur stöðvarinnar. Þátturinn að mestu leyti tekinn upp hérna á veitingahúsinu Strikinu sem í hjarta bæjarins. Við fáum til okkar fjöldan allan af góðum gestum og við kynnum þá inn jafnóðum. En fyrsti gestur minn Anna Lóa Ólafsdóttir sem kennari og ráðgjafi við Símenntunarmiðstöð Eyjafjarðar, Símey. Vertu velkomin. Takk fyrir. Þú svona ráðgjafi og ég sérhæfir þig í samskiptum fólks, samskiptatækni. Í samskiptum og sjálfstyrkingu, já. Hvers konar námskeið þetta sem að þú stendur fyrir eða heldur? Námskeiðin í framkomu og samskipti eru námskeið sem að fjalla þá það að þú sér tilbúin að skoða eigin framkomu og að því að sjálfsþekking svolítið grunnur að því að þú sjáir hverju þarf að breyta, sért meðvitaður hvers konar framkoma skila sér í ánægjulegum samskiptum, hvernig þú ættir að breyta og í framhaldinu af því þarftu að skoða líka sjálfstraustið, hver þú ert sem manneskja, hvort þú hafi trú á því að þú getur breytt og svo framvegis, svona í grófum dráttum. En svona í samskiptum fólks almennt þumalputtareglan? Þumalputtareglan, það kannski erfitt að segja ykkur eina þumalputtareglu, en það sem að ég hef komist að bæði varðandi eigin líf og annarra að það svo algengt að í samskiptum við alltaf að spegla hina aðilana og erum ómeðvituð af hverju okkur líður svona og af hverju við komum svona fram. Þannig að ég segi oft þegar við lendum í erfiðum samskiptum að þá þurfum maður kannski að byrja á því að skoða, hvað í gangi hjá mér? Ef það í lagi hjá mér, að þá kannski að skoða hvað í gangi þarna á milli okkar. Þannig að maður byrji alltaf svolítið að skoða sjálfan sig áður maður fyrir að spegla umhverfið. En við byrjum yfirleitt á því að spegla umhverfið. En svona samskipti, þetta nær þá lengra út heldur bara að spjalla saman? Já, almáttugur. Samskipti bara leið og ég mæti hér í setti í morgun, þá bara samskiptin, bara fyrsta við mitt horfumst í augu og við heilsum hvort öðru og erum svona að taka hvort annað út á fyrstu sekúndunum, þetta strax svona samskipti. Þannig að samskipti ekkert síður það sem við gerum og bara framkoma okkar og tjáningan orða. Og það kannski annað sem við tökum stundum ekki ábyrgð á. Að það kannski eitthvað í gangi, segjum í fyrirtækinu eða fjölskyldunni, að það þýðir ekki að fela sig á bak við það að ég sagði ekki neitt, af því að orðin eru bara lítill hluti af samskiptum. Það allt annað sem við gerum. Það þessi óyrta hegðun, það sem við sýnum á þess að segja, það hvernig við gagnrýnum og tökum gagnrýni, það hrós og það ýmislegt annað sem skiptir þarna máli. Þú talar einmitt hrós, hrós mikilvægt alltaf í mannlegu samskiptum. Algjörlega, en hrós verður náttúrulega líka, við verðum bæði að vanda okkur hvernig við hrósum og hvernig við tökum hrósi. Og hrós skiptir miklu máli en það verður líka að vera þannig að þú trúir hrósinu og svo þurfum við líka að vera meðvituð þegar við fáum hrós að gera ekki lítið úr því að segja ekki að þetta var nú ekkert mál og þetta geta allir af því að manneskjan sem hrósar okkur, hún kannski hefur þurft að tala í sig kjark til þess að gefa hrósið. Þannig að það bæði kunst að gefa hrós en líka að taka hrósi. En mannleg samskipti á þessu víða sviði sem þú ert að tala þetta ekki bara allt saman meðfætt hjá fólki? Sko hluti af því að við komum náttúrulega með eitthvað ákveðið, þetta bæði þetta meðfætt en svo þetta líka lært og þess getum við aflært margt af því sem við gerum. Við lærum samskipti af því að umgangast annað fólk og við komum með ýmislegt úr fjölskyldu okkar, við komum líka bara með ýmislegt úr því umhverfi sem við erum alin upp í þessu stóra samhengi. En ef við komum með eitthvað óæskilegt úr fjölskyldu okkar að umhverfinu, þá getum við breytt í. En þá það alltaf þetta sem ég sagði í byrjun, við þurfum að þekkja okkur sjálf. Stundum erum við sérfræðingar í lífi annarra, en erum mjög slök í að greina okkur sjálf. Hvað myndið þú segja að einkenni framkomu fólks í dag? Ég búin að vera að fara núna mikið út í bæði fyrirtækjastofnanir með námskeið og bæði varðandi framkomu og samskipti og hamingjuna. Þegar ég var búin að vera núna í ákveðin tíma að þá fann ég að það var einn þáttur sem að allir töluðu og hefur mikil áhrif á samskipti okkar og það álagið.
Það fyrsta sem fer í miklu álagi hæfileiki okkar til samskipta og stundum fólk að upplifa leiða í vinnu og ýmislegt sem að það ekki að átta sig á að maður rekja beint til álagsins. Þannig að maður þarf að byrja á því að skoða hver verð ég undir álagi. En breyttist þetta til dæmis eftir hrunið, bankahrunið? Já, það má kannski segja að það hafi breyst þannig að þegar ég var að halda námskeið eftir hrun þá var maður meira að fást við vonleysi. Síðan líður tíminn og við sjáum að við erum svona að braggast aftur og við erum aftur næga vinnu að fá og peningarnir eru aftur að koma í kassan og þá eins og við förum smá á yfirsnúning. Og þetta það sem ég einhvern veginn svona að horfa upp á í dag. Það ekki þessi afkomi, þessar áhyggjur með afkomu, heldur erum að vinna á mikið og við erum öll í skóla og námskeiðum og ég þarna engin undantekning. Það eins og maður einhvern veginn keyrir sig svolítið þangað til að maður hleypur á vegg munur á körlum og konum, ungum og öldnum? Ég þarf að vanda mig þarna. Það sem mér finnst kannski aðalmunurinn á konum og körlum að mér finnst við konurnar tala miklu meira hvað það mikið að gera hjá okkur og taka það svona inn í tilfinningalífið. Þannig að meðan karlmönnum tekst meira að skipta verkefnunum í hólf. Þannig að þegar ég kem í vinnuna og það mikið að gera hjá mér líka fyrir utan vinnu í skóla og einkalífi, þá hætta á því að ég sé að taka það með mér í vinnuna. Auðvitað ekki hægt að alhæfa út frá körlum og konum en þetta samt svona svolítið mín tilfinning að sé svolítið munur á okkur. En svona á milli þjóðlanda mikill munur á Íslendingum og svo erlendu fólki? Ég kannski ekki sérfræðingur þarna milli þjóða en það sem mér finnst kannski einkenna okkur, öðru fremur, það svo mikil dyggð að vera duglegur. Og þessi dugnaður getur svolítið farið með okkur. Þannig að við erum síður kannski að tala hvernig okkur líður og að þetta sé kannski orðið mikið af henni góða. En afleiðingarnar við erum ekki að tengja þær við. Að það kannski akkurat þessana sem líður svona. Það þessana sem að ég einhvern veginn ekki jafn ánægð í vinnu eða einkalífi. Það að því að verkefnin eru bara of mörg. Þegar þú hittir fólk sem þú þekkir lítið eða ekki neitt, getur þú svona, eftir 2-3 mínútur, þessi svona? Svolítið, já, stundum. Mér fannst þetta mjög jákvætt, það var að tala ég væri mjög næm á fólk, þangað til einhver benti mér á það er mjög stutt á milli þess að vera mjög næmur á fólk og að vera mjög meðvirkur. Þannig að maður fara að sveiflast til eftir því hvaða hópi maður þannig að maður þarf líka að vera meðvitaður það. En auðvitað þegar maður lifir og hrærist í þessum bransa, þá lærir maður að lesa bæði hópa og fólk, já. Þú bloggar töluvert þetta og heldur úti bloggsíðunu Hamingjuhornið. Já, mikið rétt. Færðu mikil viðbrögð? Mjög mikil viðbrögð og það sem að ég kannski fæ svona einna mestu viðbrögð við, það að þegar ég að skrifa það sem að kannski við myndum ekki beint tengja við hamingjuna og það einmitt áföll og erfiðleikar. Það eins og fólki vanti vettvang til að tala þessa hluti. Þannig að þegar ég að tala líf eftir áföll og hvernig við getum náð okkur aftur upp á fyrir hamingjustig eftir að hafa lent í erfiðleikum og áskorunum, þá fæ ég mest viðbrögð. Þannig að ég hef stundum hugsað að því að við mælumst í svona almennum alþjóðlegum hamingjurannsóknum, þá mælumst við alltaf mjög hamingjusam þjóð sem frábært. En hvað blundar þarna undir niðri? Að því að þegar ég að tala áföll og erfiðleika þá eru svo margir að spegla sig þar inni. En þetta stór mál, samskiptatækni. Samskiptatækni stór mál og það sem að mér finnst kannski skipta öllu máli, það að við getum öll breyst. Það að segja ég bara svona, það þá bara ákvörðun sem maður tekur. Anna Lóa, bara þakka þér kærlega fyrir komuna og rétt á eftir þá ætlum við að tala starf leiðsögufólks.